Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Í kvöld ætlum við að sýna ykkur nærmyndavinum ástsælasta leikara þjóðarinnar, bæði fyrr og síðar, en hann leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Jóhannes sem verður frumsýnd nú miðjan mánuðinn. Þetta er auðvitað engin annar en Þórhallur Sigurðsson eða Laddi, en vinir hans segja hann bæði feiminn og með hjarta úr gulli. Fyndinn, skemmtilegur og fjölhæfur, svona er einum helsta skemmtikraft okkar Íslendinga Þórhalli Sigurðssyni eða Ladda best lýst af vinum og ættingjum. Laddi svona í stuttu máli þá er hann bara dásamlega persóna og skemmtilegur náttúrulega eins og allir vita. En fyrst og fremst er hann mjög heilsteyptur og einlægur og traustur vinur. Já, hann er bara góður karakter og mjög fínn náungi og mér hefur líka mjög vel að vinna með honum í öll þessi ár. Þannig erum við náttúrulega bræður og mjög samrýndir. Hann er ekkit allra og þegar mér tókst nú að komast inn svona inn fyrir skilina þá er maðurinn með gull hjarta. Já, hann er rosalega góð manneskja og bara snillingur í því sem hann gerir náttúrulega. En hann er talsvert feiminn, hann er að lagast með það eins og fleiri reyndar. En sjálfsögðu er líka bulla heima og stundum bulla mikið og við gerum það sérstaklega við tveir. Það er yfirleitt, fólk myndi ekki skilja okkar samtöl í síma og svona, það bara kemur eitthvað rugl. Tekur hann þá upp einhvern svona karakter sem er þekktur? Nei, það kom einhvern bara glæni bara og við bara, eins og ég segi, já, við bara bullum ykkur að tóma vitleysu. Okkur finnst það langt skemmtilegast. Það er kannski viðeigandi að einn mesti grínari landsins sé alinn upp í þeim bæ sem mest hefur verið gert grín að í gegnum árin, það er Hafnarfirði. Hann gekk í Lækjarskóla, þá Flensborg og síðast í Iðnskólann í Hafnarfirði og átti húsgagnasmíði hug hans allan framan af. Auðvitað þurftu menn að hafa eitthvað starf og því að það var nú ekki talið að vera hægt að lifa af einhverju leiklist eða fíblalátum Þannig að hann fór að læra húsgagnasmíðin. Náði ekki alveg að klára það samt, en helvíti flinkur smiður. Það er óhætt að segja að Laddi hafi komið víða við á ferli sínum, gefið út fjöldanallana plötum, leikið í mörgum af vinsælustu kvikmyndum okkar Íslendinga og gert fjöldanallana skemmtiþáttum, til dæmis Heilsubælið, Imbakassan og leikið í áramótaskaupum. Hann er með svokallað ljósmyndaminni og það er til og með oft þegar tíminn naumur í sjónvarpinu og við vorum að gera Heilsubælið til þess að sínum tíma. Og ég var að klára að skrifa skets klukkan 5 um morguninn, Það var ekkert annað að ræða, Laddi mætti klukkan 7, þetta láta Laddi að læra, því að Laddi bara tók læsinn og svo bara var hann búinn að læra sketsin utanbókar. Það er svo skrítið að segja frá því að allmis þegar hann var í þáttunum hjá mér sem Dengsi, Elsa Lund og fleiri karakterar, að þá skrifum við aldrei handrit. Við þekktum svo vel og einhverja hluta vegna þá tókst mér að ég gæti spurt hann hvað sem var og hann, ef hann var komin í gervi, einhvern karakter, að þá vissum við alveg hvert við vorum að fara og sem er náttúrulega alveg fáránlegt að vera svona atriði í sjónvarpsþætti og hafa ekkert í höndunum. Einstaka sinnum bara tölum við saman í síma eitthvað og minnist það til dæmis er að var Dengsi. Við sem ekkert og allra síst hann sjálfur hvernig karakter þetta átt að vera en svo kom þannig fljótt í ljós að hann fann mig upp og fann allt upp á Íslandi en við prjónum þetta bara jafnóðum og svo þegar ég kom með einhverja óvænta spurningar þá var til þessi skemmtilegi frasi Já, en þetta er það í boltanum. Þá var hann til og það var svona svarið, þá átti ég ekki að halda lengra áfram með það. Laddi hefur skapað tugi karaktera sem flest allir ættu að kannast við eins og Saxa lækni, Skúla rafvirkja, Magnús, Elsu Lund, Dengsa, svo ekki sé talað Eirík Fjalar og Martin Mostal sem eru einmitt uppáhaldspersónur Ladda. Kvikmyndir sem hann hefur verið í eru til dæmis Stella í orlofi, Stella í framboði, Magnús, Regína, Íslenski draumurinn og fleiri. Einnig hefur hann starfað mikið í leikhúsi og frægast er þegar hann lék Fagin í Oliver Twist og tannlæknin í Litlu hryllingsbúðinni, en hann hefur leikið í fjölmörgum öðrum líka. Þegar maður sér Ladda búast að karakter til, því ég hef auðvitað verið með honum þegar hann er búast til, því ég leikstýrt Ladda sem ég ekki tíðina, að það verður transformation, það verður umbreyting og hún er svo mögnuð að þessi hægláti skemmtilmaður sem hækkar aldrei róminn og jafnlindur fram úr hófi allt í einu vetfangi breytist andlitið á honum, röddinn og fasið og allur hans innri og ytri maður í eitthvað og maður bara starir og maður bara hvað er að gerast og svo er maður bara með einhvern allt annan mann
við hliðina á sér, sem frekur, dónalegur, býr yfir allskyns mannlegum eiginleikum, hvort sem þeir eru jákvæðir en neikvæðir, sem að maður vissi ekki til að latta að var einu sinni kunnugir. Þvílíkur leikari fyrirfinnst alla eins og hann horfður. Latti var í tvíeykinu Hall og Latti en þeir hafa sungið fræg lög og sprellað mikið saman. Lög Latta sem hann hefur gert fræg eru Sandalar í Austurstrætinu og Feit fyrir mig og Búkolla á samt tugum fleiri laga. Hann hefur talsett heilan helling af teiknimyndum og kvikmyndum og má þar nefna Aladdin, Lion King, Mulan, Strumpana, Dracula og margar fleiri. Ég held að hann taki svona karaktereinkenni frá fólki sem hann sér. Hann á til að ef hann sér eitthvað skrítinn eða eitthvað þá á hann til að stara á hann. Og hann kannski mjög erfitt ef hann að keyra, þá kannski náttúrulega keyra hann út af þegar hann að stara á einhvern mann þegar hann kannski með eitthvað skrítið göngulag eða þannig að hann fær lána svona, eins og ég segi, karaktereinkenni hjá fólki en svo kemur þetta bara frá honum líka. Heldur það sé fólk hérna úti sem hugsar honskotin en að taka mig? Já, það getur vel verið bara, þetta, ég kannast nefna þetta er Siggi bróðir maður. Árið 2007 setti Latti upp sýninguna Latti 60 í Borgarleikhúsinu til að fagna 60 afmæli sínu. Í byrjun áttu þetta aðeins að vera 4 sýningar, en vegna gríðarlegra aðsóknar þá var sýningin ein vinsælasta grínsýning sem sett hefur verið upp á Íslandi. Það er í hverjum einasta upptróðara eða sem sagt live performer þeim sem treður upp á sviði gríðarlega undarlegur kontrastar eða togstreita á milli þess sem heitir þessi gríðarlega löngun til þess að koma fram og sína sig sem exhibitionismi. En leið togast á ég alveg gríðarlegur ótti við að ganga á hólm við þessu áhorfandur sem þið langar svo til þess að sína þig. Og Latti náttúrulega dæmi mann sem ákaflega hæglátur og feiminn og nýtur sín náttúrulega best eins og margir góðir leikarar þegar hann komin í karakter. Þá getur hann virkilega tjáð sig. Framundan bíómyndin Jóhannes, jólaleikritið Jólasaga sem og plata eða diskur öllu heldur sem kemur út í vor. Heldur að Hall og Latti verði komið sterkt inn í framtíðinni? Á elliheimilinu þá helst, sko. Latti svona að minnka feimnin og svona því auðvitað þarf hann að verja sitt einkalíf og sjálfan sig en ég held að aðalgalli Latta hafi verið að hann gerir sér ekki grein fyrir því hvað hann ótrúlega hæfileikaríkur. Hann skemmtilegur. Hann skemmtilegur, það ekki hægt að segja annað. Hann einhver einstakasti upptróðari og leikari sögunar.